Ok, þannig að hérna, nú upptakan komin í gang, þannig að ég ætla að endurtaka það sem ég sagði. Hugmyndin svo hér í þessu verkefni að vinna þess með þessa gáma, það að segja þessar aðgerðir sem eru í boði í gámum. Þannig að við fáum betur tilfinningu fyrir því hvað hægt að gera. Og það sem við sjáum hérna í þessu templati hérna sem svo sem mjög stutt, þá sjáum við að það búið að lýsa yfir hérna integer lista og þá kannski fyrsta spurningin, hvaðan kemur þessi listi hérna, hvaðan kemur þetta tag? Já, úr STL, eða Standard Template Library-inu, STL, þannig að þetta listi sem við fáum þá bara for free, ef ekki, úr þessu Standard Template Library, og hvers konar listi þetta? Vitum við það? Já, sko, það svo sem auðvelt að komast að því með því að fletta því hreinlega bara upp, en við þurfum í sjálfsögur ekkert að vita það. Það sem okkur nægir að vita að þetta listi, en hvernig hann nákvæmlega útfærður skiptir í sjálfsögur ekki máli. En það vill reynda svo til að þetta hérna tengdur listi. Þetta útfærsla á tengdum lista. Og fyrst ég nefni það, þá ætti nú kannski að sýna ykkur hérna. Sko, ég var búinn að setja hérna inn á vefsíðun okkar undir annað efni. Hérna, STL Programmers Guide. Það þetta sko, fá upplýsingar Standard Template Library á ýmsum stöðum. Þetta ein leið hérna sem bara fín og ef maður fyrir þessi Table of Contents hérna, þá sér maður til dæmis hér upplýsingar containers, hvaða container gámar í Standard Template Library-inu. Hérna einhverju sem heitla forward containers, hérna sequences til dæmis, hérna vektor. Og ef við smellum á þennan, þá fáum við hérna sequences a variable sized container whose elements are arranged in a strict linear order, þannig að við fáum svona einhverju upplýsingar undirliggjandi. Og hérna sjáum við til dæmis container classes, hvaða klassar flokkast í þessar sequences og þar til dæmis þessi list hérna. Og hérna segir, ef við viljum sem sagt fá upplýsingar nánar hvernig tiltekin hlutur útfærður, þá getum við farið hér og hérna stendur að list is a doubly linked list. That is, it's a sequence that supports both forward and backward traversal. And constant time insertion and removal of elements at the beginning or the end or in the middle. Akkur þetta constant time insertion eða removal? Já, að því hann raunverulega tengdur listi, þá það að inserta einhverju hefur bara í för með sér hvað? Hvað þurfum við að gera til að inserta einhverju inn í tengdan lista? Já, bara raunverulega búa til nýjan hnút og tengja benda. Það þarf ekki að ferðast í listan með að færa neitt til. Þess vegna þetta constant time insertion and removal. Þannig að þetta hluti sem maður þarf að velta fyrir sér. Sko, maður á aldrei að velja einhverja gagnaskipan bara af því bara. Við ákveðum það að nota list út af einhverjum ákveðnum ástæðum vegna þess að það hentar okkur í okkar verkefni. Og ef við viljum að forritið okkar sé hraðvirkt eða að inserta eða henda út, þá myndum við frekar velja list heldur en vektor til dæmis. Þannig að þetta eitthvað sem maður þarf alltaf að hafa í huga. En allavega, þetta mjög gott fyrir ykkur að hafa og kíkja á hvað í boði hérna. Og við möttum að tala þessa associated containers næst. Og líka ef við viljum fá upplýsingar hvernig hlutirnir útfærð, þá hægt að sjá það hérna líka. Ok, þannig að við ætlum að nota okkur þennan lista hérna og
kemur ekki á óvart að þetta sniðmátslisti eða sniðmátsklasi, en það heitir library, það er ekki standard template library, þetta allt sniðmát og við köllum hann hérna mylist. Þarna verður náttúrulega kallað á smiðin það ekki, þannig að þetta býr til empty list of integers hérna. Nú svo hérna bara hlaupið frá ISM0 upp í max, það sem max 10 hérna og tilgangurinn að bæta við hérna stökum og við notum einmitt pushback. Og þarna sjáum við að pushback eitthvað sem við mjög oft notað fyrir vektor, en við getum líka notað hérna fyrir lista. Og þetta einmitt kosturinn við þess að gáma í standard template library, að það svona unified skil, það ekki. Að við getum margnýtt eða nota sömu nöfn að mestu kosti á þessum föllum. Pushback, þarna erum við að setja þá aftast í listan. Ok, hérna stendur síðan some more stuff, þannig ég vil gera eitthvað meira hérna og ég ætla að byrja á því að skrifa út hérna stærðina. Hver stærðin á listanum eftir því ég búin að fara í gegnum þessa forlikju og hvernig get ég gert það? Já, við sjáum hér ég að fá svona hjálp, það ekki? Þannig að hér fæ ég hreinlega bara lista yfir hvaða föll eru í boði. Við sjáum það fullt af föllum hérna, insert og erase og end og framvegis, max size, popback. Hvernig size? Þarna erum við komið með þess að hvernig ég get prentað stærðina. Og gerum svona. Og svo ætla ég líka að skoða hvert fyrsta stakið. First element is svona og hvernig ætla ég komast í fyrsta stak. Já, maður getur hérna alltaf bara leita hérna í þessu og að lokum finnum maður eitthvað sem að hlýtur að vera rétt. Hvernig hljómar þessi? Front. Þetta ekki? Svona. Og eitt viðbót hérna. The last. The last element is og alveg eins mylist.end já, sjáu, hvað end hérna? Hverju skilar end? Já, það það sem ég vil hér? Nei, ég vil ekki iterator, ég vil stakið sem að hér eitthvað sem heitir back. Það ekki, það líka, nei, þetta komst reference, ekki iterator. Þetta ekki það sem ég vil? Þetta reference á síðasta stakið. Það ekki. Og svo náttúrulega, ef ég ekki viss, þá náttúrulega að gera, nú ég bara búin að búa til hérna smá aukavirkni, þá ætti ég að sjálfsögðu að bara prófa að þýða, í staðis að bara að þýða þetta allt þegar ég er búinn. Þetta þýðist, keyrist þetta. The size of the list is 10, the first element is 0, the last element is 9. Já, þannig að þetta allt í góðu svo far. Ok, þannig að þetta voru svona nokkur svona grunn, má segja einhverju grunn aðgerðir til að sækja stærð á front og fyrsta og síðasta. En það sem ég vil líka gera hérna, ég ætla að eiga svona fall sem við kalla display, sem tekur listan inn. Þannig að ég vil gera nokkra aðgerðir og geta alltaf kalla á þetta display fall til að sjá svona hvað hefur breyst. Þá þarf ég að útfæra það, ég ætla að hafa það hérna uppi. Og þetta void fall, display, það tekur inn hvað? Ég að senda hérna inn list, já ekki list, ég ætla að senda inn mylist breytuna hérna. Svona, tekur inn tilvik af svona lista. Hvað þýðir það, hvers konar lepp þarf ég að vera með hér þá? Já, list og eitthvað meira. Template, þetta template, ég verð að segja, þetta já, í þessu tilviki reyndar, ég að, ég gæti búið til template fall hreinlega, sem gæti tekið inn lista af hvaða tægi sem
En ég ætla bara aðeins einfalda þetta hér og segja bara að þetta tiltekna fall hardkóðað þannig að það tekur alltaf einn lista af integerum. Það væri hægt að gera þetta template fall líka. Og svo sagði einhver reference og þá kemur enn og aftur þessi spurning sem ég örugglega búinn að spyrja 1000 sinnum, af hverju að senda þetta by reference hérna? Akkurat, þannig að ef þetta svona, þá raunverulega gerð pass by copy, eða pass by value eins og það heitir, sem effektið þýðir að það tekið afrit af parametrinu. Og ef þetta sko 100.000 staka listi, þá náttúrulega tekur það tíma. Þannig að við sendum þetta by reference út af skilvirknisástæðum, hvernig mann bara mælist hér, og hérna inni, ætlum við að nota iterator einmitt. Við ætlum að nota iterator til þess að rúlla í gegnum hennar lista. Hvernig ger ég það? Hvernig lýsi ég yfir iterator? Allir búin að glemma því sem við fórum yfir síðast. Já. Það kemur allavega töfðu dýrpunktur í restina svona. Ég vil alltaf geta vísað í iterator með þessu tagnafni sem heitir iterator. Og þá munið þegar við fórum yfir útfærsluna í Q-iterator síðast, þá typedefuðu við Q-iteratorinn sem svona iterator, sem þetta nafn. Og það var sagt að allir klasarnir ekki allir, flestir klasarnir í STL, það eru flestir gámarnir, þeir bjóða upp á iterator og list býður upp á iterator. Ef ég væri ekki viss, þá get ég farið í STL síðuna sem ég sýndi ykkur áðan og fletti upp þar. Þannig að list býður upp á iterator, en ég þarf að segja að ég sé að nota listin, af því að munið að sko, þetta raunverulega nafnið á klasanum. Þegar ég er með template parameter, þá template parameterinn hluti af klasanafninu. Hvað þýðir þetta allt saman í heild sinni? Jú, þetta bara tagnafn. Ég að vísa í eitthvað tag sem heitir iterator. Hvar það skilgreint? Jú, í klasanum listin. Ekki? Þannig að þetta tagnafn og svo bara alltaf eins og í C++. Ef ég er með tagnafn, þá get ég sagt, já, ég er með breyti á þessu tagi og ég ætla að kalla hann it. Ok, og þannig að ég kom í iteratorinn og nú ætla ég bara að vera með forleiki sem segir þá ég ætla að gefa iteratornum eitthvað gildi fyrst. Hvaða gildi á hann að fá? Aftur? Já, mylist.begin. Vegna þess að begin skilar einmitt iterator. Og gæti maður sjá, kemur það ekki upp hérna? Hérna sjáum við. Skila með sér const iterator hér. Sem því það að ég gæti vantilega ekki breytt á gögnunum hér. Svona, þá ég komin með, það ekki, ég er búin að uppdatera iteratorinn þannig að stendur fyrir fyrsta stakið í undirliggjandi gámi í þessum lista. Ok, á meðan að iteratorinn ekki saman sem hvað, mylist.n, þetta bara það sem við tölum síðast, þá ætla ég að bara segjum nota prefix plus hérna, svona. Hækkan þannig lokin og hvað það sem ég vil gera í skrefi? Jú, ég skrifa út það sem iteratorinn stendur fyrir. Hvernig gerðu við það? Já, það dereferencing, það ekki this vegna þess að this getur maður eingöngu nota þegar maður inni í klasaföllum, þegar maður sjálfur að útfæra meðlimaföll. Ég ekki meðlimafalli hér. Dereference 1, akkurat. En þess að muni 1 það sem að iterator stendur fyrir, stjarna 1 það sem að hann bendir inn og gæðsilegt á. Svona. Og segjum að við viljum fá já, kannski ættum við ekki að skrifa, já.
hafa þetta svona, eitt bil hérna á milli og svo eina línu hérna, nýja. Svona, og þá getum við bara að prófa þetta. Já, við erum búin að segja hérna display mælist eða ekki. Prófum að þýða þetta. Munið þið svona stepwise refinement, þróa forritið smám saman. Þetta þýðist og keyrist. Þarna fáum við þessi stök 0 upp í 9. Og það sem við tölum síðast var að þessi hérna lykkja, kosturinn með hana er að hún er óháð gámnum. Við getum notað nákvæmlega þessa lykkju fyrir hvaða gám sem annar borð býður upp á svona iterator. Og það er ekkert hér, ef maður stúderar þetta, er ekkert hérna sem gefur til kynna hvernig undirliggjandi gám útfærður. Þetta er algjörlega óháð því. Ok, gerum eitthvað meira hérna. Það sem ég ætla að gera hér er að ég ætla að vísa í annan iterator hérna. Það kalla hann middle. Hann á sem sagt middle svona. Hann á að standa fyrir þá miðjustakið í gámnum. Og ég ætla að uppafstilla það, já, við getum svo sem gert það bara svona. Gerum þetta svona, middle, sama sem begin. Nei, ekki begin, mælist begin. Sko, núna stendur hann vissulega ekki fyrir miðjuna, hann stendur fyrir uppafstakið fyrst. Samt að láta hann vera svona í upphafi. Og svo ætla ég að hlaupa hérna bara með svona gamaldags, getum við sagt, forlykkju. Frá 0 upp í max, meðan ég kom upp að max-teknum 2, þannig að það er svona sirka komin í hérna miðjuna, er það ekki, eftir hvort að max er oddatala eða sléttala. Og svona. Og það sem ég get gert hérna er ég get bara beitt iterator, hvað kallum við það? Arithmetic, já. Iterator arithmetic. Hvað er ég að gera? Já, sem sé sérhverju skrefi í forlykkinu er ég bæði að hækka ið og hækka eða færa ídraran eitt skref. Hann byrjar í begin og ég færa hann í sérhverju skrefu einn hnút þá í undirliggjandi tengda lista, er það ekki? En ég þarf ekki eins og að vita það, sko, að þessi tengdu listina bakvið. Eina sem ég þarf að vita er það að ég get beitt increment-virkja á þennan ítrara og hann færi sig þá hvað svo sem það endilega þýðir. Hérna þetta svona, er það ekki svona forlykkja sem hefur ekkert body? Þetta sé maður oft. Já, forlykkjan hefur standið tekið ekki body, en það sem er gert í forlykkjunu náttúrulega í sérhverju skrefi er þetta. Ok, og þá skulum við nú athuga, fáum við það sem við gerum ráð fyrir ráð fyrir, já. Middle element is og ég bara beiti dereferencing, er það ekki, á middle. Alveg eins og við gerðum þarna, alveg eins og við gerðum hér, er það ekki. Við erum þetta svona bara. Kom með það. Þýðist. Já. Er það ekki akkurat það sem við gerum ráð fyrir? Þetta er allt í fína. Þannig að þetta sýnir þá bara að við getum beitt hérna arithmetic á ítrara. Og nú langar mig að inserta. Hér er fatt sem heitir insert. Hérna sé ég að hvað? Hérna sjáu þetta, já. Hérna stendur sko þetta hérna er tagið á skilagildinu, er það ekki? Á fallinu. Þannig að það skilar iterator tilbaka. En hvað tekur það inn? Já, það segir mér það hér. Það segir hér að það taki inn iterator position og const value type. Sem sagt,
Ég þarf að gefa insert fallinu iterator sem að segja þá bara á undan, ætla þess ekki á undan hverju, nei á eftir. Á eftir hverju ég ætla að inserta og síðan kemur næsti parameter hvað það sem ég ætla að inserta. Þetta þá, það ekki í samræmi við, sáum við þetta ekki hérna áðan. Þetta before. Hérna stendur insert iter, insert copy of element, copy of þessu elementi á undan þessum iter hér. Hélt reyndar þetta væri after, en við skulum sjá. Þannig að ef ég segi hér middle og segi að ég var að inserta hérna bara eitthvað sem 100 bara, þá ég að fá tilbaka úr þessu kalli, ég að fá annan ítrara. Sá ítrari stendur fyrir þá nýja stakið, eða ekki. Þannig ég hérna skulum við eiga bara middle og, já, hann vantarlega heitir þá before, hvernig maður svona það ekki? Ef þetta rétt að þetta sé, nei, fyrirgefið. Við fáum tilbaka ítarar sem hvað? Hann hlýtur að vera after. Ég veit ekki, við prófum þetta. Kalla hann bara don't know. Iterator. Og við fáum hann hér. Svona það ekki. Þetta það sem við sáum, insert skilar ítrara. Þá skulum við bara skrifa hann út. Þannig að don't know element is don't know iterator, ekki? Og það sem við ætlum að gera líka eftir þetta að displaya display, hvað heitir þetta? Svona já, displaya listan. Skrifa undirliggjandi gám eftir að við erum búin að nota kalla við insertfallið. Þýðist, já. Elementið sjálft 100, já, og það kemur hvar? Á undan. Það ekki? Já, það kemur á undan. Þannig að lýsingin hér var rétt, insert copy of element before iter. Já. Ok, þannig að við ekki að kalla þetta þá bara hérna, við vitum meira núna. Þetta before, hvað maður bara before. Og svona. Já. Já, meina að það hefur verið overloadað. Sjáum það. Líka þarna first og last, þetta var bara á 300. Já. Þarna myndi við raunverulega þurfa að fara í STL-in og fletta þessu upp, sko, hver munurinn. Sko, þessi útgáfa insertfallið þessi númer 2, hún tekur já, hún tekur sjá 3 ítrara. Það position og það first og last. Getið þið ímyndað eitthvað hvað þetta Það erfitt að átta sig á því, sko. En það sem í gangi hér að þetta svona range insert. Að geta insertað tölum, eða ekki tölum, einhverjum stökum á einhverju bili. Það vil segja, við segjum, við eigum first og last iteratora sem að geta þess vegna verið iteratorar úr einhverjum öðrum gámi. Þá first og last svona eitthvað bil, ekki eitthvað range. Og þá erum við að segja, ein okkar gámi höfum við íterarar sem stendur fyrir einhverja stöðu og í þeirri stöðu
frá og með þeirri stöðu ætlum við að inserta á bilinu first to last úr hinum ítaratónum, úr hinum gamnum. Ekki? Þetta hugmyndin þarna. Maður myndi þurfa að fletta þessu upp til að vera vissum að það sé örugglega svona. Ok, þannig að þetta insert og við sáum það virka. Ég breytti einhverju sem að þýða þetta eitthvað nýtt. Já. Og þá skulum við prófa að eyða. Nú ætla ég að kalla þetta á mylist.erase. Hvað var það sem stóð hér? Removes element iter. Removes the element that iter points to out of vera. Returns an iterator to element following erasure. Já, við fáum tilbaka iterator fyrir stakið sem kemur á eftir því sem við erum að henda út. Þannig ef við segjum að við hendum út middle, það stóð fyrir 5 var það ekki, þá fáum við tilbaka eitthvað sem við kallaði after. Úr skilgreinir það þá hér. Og já, þetta vissum við, þetta var hérna before element. Þannig að við tökum þetta. Og segjum hér after element. Svona það ekki. Og prentum listan aftur. Hvernig mun það þá líta út? Já, 5 farin, á að vera farin og after elementið ætti að vera 6 og við displayum listan aftur þannig að við sjáum ekki 5. Já, akkurat, passar það ekki, því við settum 100 fyrir framan 5, það var þetta before ítarinn okkar. Svo hendum við 5 og næsta 6 og það það sem prentað hérna. Ok. Aðeins meira hérna. Já, ég ætla að kópera þessa forlikju og byrja núna í bara max og fara upp í max sinnum 2. Svona. Max var sko skilgrein sem 10, þannig ég að fara raunverulega frá 10 upp í 20 núna. Og ég ætla bara að pússa hérna. Ég ætla bara raunverulega bæta við stökum núna í listan. Við gáminn. Svona. Og ástæðan fyrir ég að gera þetta ég hef áhuga á því að vita hvað gerist núna með hann ítarara hérna. Sem sagt, ég bæti við stökum, bæti við hérna einhverjum 10 stökum og prenta síðan út ítararan aftur eða það sem hann stendur fyrir. Hvað gerist? Já, það gerist eitthvað sko, en hvað áttu við með ekki neitt? Nei, akkurat, ég ekki búin að breyta middle og middle ítararinn, hann stendur fyrir eitthvað stak sem að til eða hvað? Við reisum áðan hérna. Við reisum hér.
Þannig að það dálítið skrítið að skrifa það síðan út hérna. En þýðandi náttúrulega, hann mun ekki hvart yfir þessu. Hann veit ekki, hann fer ekki að analýsera sko lógikina í forritinu. Hvað gerist? Tíu. Það eitthvað þarna í gangi, sko. Við sjáum að það sem við getum að minnsta kosti dregið ályktum hér að það að nota ídrara sem stendur fyrir stak sem búið að eyða, það ekki predictable behavior, sko. Við getum ekki treyst því að hann sé endilega til staðar þarna. Fór hann út á enda, það spurning. Það ein tilgáta að þegar við eyddum stakinu sem að ídrarinn stóð fyrir, við gerðum það raunverulega með þessu hérna, var þá einhver undirliggjandi virkni sem að færði ídrarann út í enda? Eða var þetta tilviljun? Gætum við tekkað á því, hvað við stækkum þetta hér upp í 15? Kemur hérna 15, gæti verið skoðuð, rétt tilgáta. En þetta eitthvað sem maður myndi líka þurfa að fletta upp. Þetta ætti að standa í STL-inu, hvað gerist nákvæmlega þegar að maður kallar og í reis, hvað verður það iteratorinn sem að bendur á staki sem að fleygja. Spurning hvort við ættum kannski ekki bara að gera það. Getum við fundið hér í list, fallið reis, hérna. Við erum hér, iterator í raise, sequence í raises the element at position pause, það segir ekki, eða kemur það seinna. Sko það til eitthvað sem heitir to invalidate the iterator og það aðeins talað þetta í einni glæru í tengslum við efnibókarinnar semst að tilteknir iteratorar verði það sem heitir invalidated ef að það verið að breyta undirliggjandi gögn og það kannski það sem að gerast hér að þessi middle iterator hann orðinn invalidated vegna þess að hann benti á stak sem við hendum í burtu. Og þá bara spurningin, hvað gerist þegar eitthvað iterator invalidated? Jú, það sem virðist vera að gerast hér hann bara látinn benda á síðasta stak. Þetta sjá að það allavega ekki svona... það út fyrir... Já, sko, við sáum... Jú, það var að því að það var út fyrir, já. Út á end. Það myndi kannski meira sens, já. Þá kemur eitthvað skrítið, það góð spurning. Því að við sáum hann í fyrsta skipti þá, þegar við prentum út, það var 10, svo var það 15 og það var náttúrulega, sko, uppalega bilið var frá 0 upp í 9, þannig að 10 var eiginlega út fyrir. En já, spurningin prentan út, áður við bætum við hérna. Það verður þá hérna, já. Jú, startað eftir reis, hvar var ég með reis? Hérna. After element og bara strax hér. Svona. Já, og færum þetta bara tilbaka eins og þetta var 10 hérna. Hvar erum við núna? Bendir á það á 5. Athyglisvert. Já, þetta eiginlega rímar við það sem að, sko, talað í sambandi við þessari ítararu sem að benda á eitthvað sem við erum að hendi burtu, að það unpredictable behavior. Við sko, getum ekki treyst í hvað að gerast. Þarna strax eftir að við hendum út, þá bendur hann áfram á 5.
En síðan þegar við erum að bæta við, þá er hann farin að benda eitthvað annað. Þannig að það er allavega gott að hafa þetta í huga, að maður á auðvitað ekki að vera að nota ítrara, sama ítrara aftur þegar maður er að nota hann til þess að dýlita einhverju. Þannig að er þetta ekki bara 5 enda af því að það er ekki búið að nota það sem það var líka? Líklega sko, það er gert hugsanlega eitthvað delete þarna, en það er ekki búið að endur útluta því. Ok, já, það er þetta bara svona. Og þetta er þá nánast held ég komið hérna. Já, middelelement sáum við vera sem, þetta breyttist og var, hvað var þetta, 10 hérna, er það ekki? Sjá, verðum við aftur. Þetta var 10 hér, já. En hvað með hinn þarna, sem hét after? Hann er óbreyttur, er það ekki? Því að enda sko, við vorum notað hann ekki til þess að eyða neinu. Það er ekki búið að eyða því staki sem hann stendur fyrir. Þannig að hann er áfram 6. Með reis, hérna. Sjáum það. Og við getum náttúrulega gert bara svona án þess að fá endilega eitthvað tilbaka hérna. Eyða sem sagt after, prenta strax aftur út. Já, hefði sér eins og þarna 5 á hann. En það er ekki að treysta því að verði áfram ef við förum að bæta ykkur við. Ok, og svo er bara síðasta hérna. Þá ætla ég að nota eitt falli viðbót sem heitir clear, sem að á þá bara henda út öllum stökum í hérna listanum og prófum að displaya hann. Og það kemur ekkert á það neðst, eðlilega, en þá kannski spurningin hvað með hefur þessi eitthvað breyst? Hann er 10 ennþá. Þannig að þetta er svona, þetta er aldrei skrítin sko hegðun, en allavega, ég meina, það sem að þarf bara eins og ég sagði á hann hafi í huga er að vera ekki að nota iteratól sem maður hefur notað til þess að henda burt. Ok, þannig að þetta sýndi svona bara nokkuð dæmi þau hérna föll sem að hægt að nota hann alltaf fullt af öðrum föllum þarna. En að minnstakosti held ég að sé alveg ljóst að þessi föll sem við höfum skoðað hér er eitthvað sem er í boði hérna í öllum helstu gámum. Þannig að eins og í raise og insert og pushback og clear og size. Ok, tökum pásu hérna.